Ok, fyrsta spurning. Hvenær sniðugt að heimsækja Japan og hvenær ekki? Þetta mjög góð spurning, af því að það ekki hægt að heimsækja Japan allan ársins kring. Ég meina það hægt, en sum tímabil eru mun dýrari en önnur og sum tímabil eru mun leiðinlegri en önnur. Byrjum á Hanami. Hanami sem sagt blómaskeiði, það að segja þegar kirsuberjatrén blómstra, og þetta einhvern tímann í seinni hluta mars, fyrir hluta apríl. Auðvitað þetta mjög flott tímabil af því að kirsuberjatrén eru falleg og góð og það gaman að fara í almenningsgarð og sjá bara bleika breiðu af kirsuberjablómum, þið veitir. En flugverð ríkur upp, hótelverð ríkur upp, borgin, nú ég tala Tókjó og Kyoto líka, fyllist af fólki, endalaust af túristum, ferðamönnum. Ég myndi segja, forðist Hanami, forðist seinni hluta mars og fyrri hluta apríl. Ef ykkur langar að sjá kirsuberjablóm, þá getið þið komið í febrúar og farið aðeins suður fyrir Tókjó á skaga sem heitir Izu, í lítinn bæ sem heitir Kawazu. Þið getur googlað þetta allt sko, og þar blómstra kirsuberjatrén fyrr. Þau blómstra í febrúar, þannig að þá getið fengið ódýrt fluggjald, séð kirsuberjablóm, ódýrt hótelgjald, og þið þurfið ekki að tínast í kafi, í mannhafi af ferðamönnum. Auðvitað febrúar ekki heitasti mánuður ársins, þannig að þú veist, það má deilum það hvort að Íslendingum finnst gaman að heimsækja Tókjó í febrúar, en það samt ekkert snjór, það bara svona milt veður. Önnur vika sem má forðast fyrir mína parta svokölluð Golden Week eða gullvikan. Þetta oftast í byrjun maí, fyrsta vikan í maí. Hún held ég núna bara í næstu viku eða þar næstu viku. Og þetta vika þar sem allt Japan fer í frí. Og ef við erum með heila viku og svo kannski 2 helgar sikkur megin, þá þetta 10 dagar, jafnvel 2 vikur af örtröð. Af því að þegar allir fara í frí, þá bóka allir, og Japanir fara ekki frí til Spánar, þú veist, öllu jafna. Japanir fara ekki frí til Indlands, öllu jafna. Japanir eru mjög duglegir að ferðast innanlands. Þannig að Golden Week, fyrsta vikan í maí, það má gera ráð fyrir því að hótelverð rjúki upp, bílaleigubílar rjúki upp, veitingastaðir, þið komist ekki inn, það svo mikið af fólki, það bara raðir út á götu. Ég veit ekki hversu mikil áhrif þetta hefur á flugverð, en Golden Week, fyrsta vikan í maí, kannski ekki besti tíman að heimsækja. Og síðan það sumarið. Ef að þið eru að pæli að fara til Tókjó, Kyoto, Osaka, þá myndi ég forðast sumarið. Af hverju? Af því að, hafið þið farið inn í bakaraofn og staðið þar í fleira en 1 mínútu. Ég meina, þú veist, sumarið í Japan það bara bakstur, það fáránlega heitt. Það bara 100% raki og 35 stiga hiti. Þú veist, ég verið í 45 stiga hita í Sevilla á Spáni, og það ekki eins slæmt á Tókjó. Af hverju? Af því að Sevilla á Spáni þurrt. Það þurrhiti. Þú veist, það ekki næs, en það samt þurrt. Það ekki þannig í Tókjó. Í Tókjó rakurhiti, sem þýðir að hann sest niður. Hitinn sest niður og býður. Þú getur farið út úr húsi klukkan bara miðnætti sumar í Tókjó, og það svo að labba á vegg. Ég lýsi svo oft eins og Truman Show, eins og maður sé einhvern veginn inn í stúdíói þar sem gett heitt, af því að það að fara út sumar í Tókjó, það ekki eins og sérst að fara út úr húsi, það bara eins og sérst að labba bara stúdíó, labba bara innandira. Þú veist, það fáránlega heitt, og þetta er svona þungur hiti sem umlykur þig. Þannig að sumarið, ég að tala júní, júlí, ágúst, jafnvel september. Það fáránlega heitt. Þá getið komið til Hokkaido, norður Japan, það flott.
en Honshu, megin eyjan, við erum að tala um Kyoto, Tokyo, Osaka, allt þetta hásumar, allt í lagi, en þið viljið bara gera ráð fyrir því að það verði fáránlega heitt. Annað en það var bara gaman að heimsækja Japan. Ok, spurning 2. Hvar er best að leita til að finna leynilega staði þar sem fáir túristar fara? Frábær spurning. Sko, ef þið eruð í Tókjó, þá mæli ég bara með að labba. Það er allt í lagi að villast í Tókjó, þið eruð ekki að fara að lenda í einhverju sketchy hverfi svo í sletti, þið eruð ekki að fara að lenda í einhverju veseni. Tókjó er örugg borg og góð til þess að labba, og ef þið villist þá er þetta að taka leigubíl, þá er þetta að taka lest, skilurðu. Að labba bara Tókjó og bara ramba inn á einhvern stað, prófa að fá sér að borða, benda bara á eitthvað á matseli, fá það að smakka, ef þið eru ævintýragjörn, þá mæli ég með að bara labba Tókjó, auðvitað á þetta við aðrar borgir líka, labba bara borg eða bæ og bara uppgötva eitthvað, ekki vera alltaf á Google Maps, ekki vera alltaf eitthvað á einhverjum YouTube síðum eða eitthvað, skilur, eitthvað að sjá hvað er best að skoða, TripAdvisor, það þarf ekki, bara hvað er hótelið ykkar? Ok, prófa bara að labba, og þið munu uppgötva eitthvað skemmtilegt. Annað gott ráð til að finna leynilega staði er að fara upp í fjöllin. Flestar borgir eru á stórum sléttum, þannig að ef þið farið upp í fjöll, þá fáið þið minni borgir, minni bæi og jafnvel þorp, og þegar þið eru komin í japansk þorp, þá eru þið að fara að finna eitthvað skemmtilegt. Það er mikið af yfirgefnum húsum, sem er kannski sorglegt að einhverju leyti, en það er líka mjög ævintýralegt, ég meina, að sjá yfirgefin hús og ég mæli náttúrulega með að fara á litlar eyjur líka. Ég fór á eyjuna Hatsushima, sem er bara í 4 klukkutíma fjarlægð frá Tókjó, kostar kannski 3.000 kall að fara þangað. Maður tekur ferju, fer á þessa pínu litlu eyju. Ég náttúrulega verða að gefa sjálfum mér útkall, shoutout á heimsendi, að því að það er til Patreon þáttur, myndbandsþáttur á Patreon, ferð mína til Hatsushima. Ef að þið eruð í svona hugleiðingum að langar að kíkja á litlar eyjur, kíkja þá á þann þátt. Af hverju er gaman að fara á eyjur þar sem er ekki neitt? Já, af því að það er ekki neitt þar, þetta er eins og Shutter Island, þetta er eins og að fara aftur í tíman, það er ekki neitt þar, og þið getur bara rampað inn á einhverja lokal veitingastaði, borðað beint frá bíli, beint af togaranum, labbað bara þröngar götur, í einhverju litlu þorpi þar sem tíminn stendur í stað, og þar eru skógar og þar eru strandlengjur og allt þetta á litlum eyjum, og þið finnið eitthvað sem þið munið ekki finna annars staðar í Japan. Þannig að fara upp í fjöll og fara á litlar eyjur. Síðan er það bílaleigubíl. Bílaleigubílar í Japan eru geggjaðir, ódýrir, einfaldir. Fólk er ekkert að stressa sig á einhverjum rispum eða einhverjum þannig rugli. Ég mæli alltaf með að taka tryggingu, bara því að hún kostar ekki mikið, og það er svona bara gott að vera bara tryggður, skilur það. En ég mæli með að taka bílaleigubíl í Japan, og það tekur smá tíma að venjast því að keyra. Ég myndi segja að það að keyra í stórborgunum er kannski erfiðast, keyra í Tókjó það er erfitt, en leiðu þeir komin út á hraðbrautirnar eða fjallvegina eða landsbyðina, þá er ekkert mál að keyra í Japan. Maður þarf bara að vera með smá skynsemi, almenna skynsemi. Þannig að bílaleigubíll er mjög gott. Og síðast en ekki síst bara Google Maps, fara bara í satellite á Google Maps og sjá hvort þið finnið eitthvað áhugavert, stíflu eða stöðuvatn eða á eða þorp eða eitthvað, litla eyju, og segja bara hingað langar með að fara og bara skoða hvernig maður fer. Þannig er gott að finna ekki leiðilega staði, heldur leynilega staði þar sem fáir túristar fara.